Það skelfilegt ef kjarasamningar ræstingafólks eru brotnir, segir vinnumarkaðsráðherra. Taka þurfi á því að festu. Lögfræðingur hjá ASÍ segir staðfest dæmi launalækkanir. Breytt afstaða Bandaríkjanna markar kaflaskil í vestrænu varnarsamstarfið á mati hernaðarsakfræðings. Leiðtogar Evrópuríkja hafa nýlokið neyðarfundi í París. Flugfélagið Play tapaði 9,4 milljörðum í fyrra. Tekjur þess hafa þó aukist. Forstjórinn segir félagið standa traustum fótum. Meirihlutaviðræður vinstriflokkanna 5 í borginni halda áfram. Oddviti Sósíalistaflokksins segir þær ekki hafa rætt hver sest í borgarstjórastólinn. Þær leggja áherslu á að klára viðræðurnar eins fljótt og hægt er. Við erum í slökkvistarfi á hverju vori í stað þess að sinna fyrirbyggjandi viðhaldi, segir svæðisstjóri Vegagerðarinnar á Vesturlandi. Kostnaður vegna holuviðgerða þar hefur þrefaldast undanfarin áratug. Komið sæl. Vinnumarkaðsráðherra segir að taka þurfi á því að festu ef kjarasamningar ræstingafólks séu brotnir. Hún vill taka málið upp við ríkisstjórnarborðið. Verkalýðshreyfingin fullyrðir, eins og fram hefur komið í fréttum undanfarna daga, að þrátt fyrir að sérstök áhersla hafi verið lögð á það við gerð síðustu kjarasamninga að bæta stöðu þeirra lægst settu, ræstingar fólks og fleiri, þá sé ekki staðið við það í öllum tilvikum og aðbúnaður sé ekki alltaf eins og hann á að vera. Inga Sæland, félagsmálaráðherra sem fer með vinnumarkaðsmál, segist aðeins hafa fréttir af málinu úr fjölmiðlum, en það séu ákaflega sorglegar svo ekki sé fastara orði kveðið. Vinnueftirlitið sé þegar farið að skoða aðbúnaðinn og hún sé að skoða þessi mál í heild. Já, bara grafalvarlega. Þetta er grafalvarlegt mál. Ef satt reynist þá náttúrulega verðum við að bregðast við og hratt og örugglega. Aðallega deilt hvort 20% álag sem á að greiða fyrir akkorsvinnu eigi við eða hvort starfsmenni séu að vinna á tímakaupi og hraða í samræmi við það. Ásakanir eru uppi að laun séu skert hjá þessum hópi sem er í langflestum tilfellum konur og flestar innflytjendur. Já, þetta er bara eins og ég segi, ef að satt reynist þá er þetta bara alveg skelfilegt mál og það náttúrulega samninga ber að halda. Og við erum það blessuð að hafa hér verkalýðsfélög sem hafa barist fyrir réttindu launafólks og þá að gilda alla launþega landsins, ekki bara suma. Þannig að ég lít það líka mjög alvarlegum augum ef að satt er og rétt reynist. Þannig að við þurfum bara algjörlega að komast í boss í öllu þessu máli og taka á því af mikilli festu. Inga býst við að máli verið rætt við ríkisstjórnarborðið. Já, mér kemur nú ekki óvart þó að það kemur strax á borð okkar á morgun, en ég náttúrulega get ekki sagt um það, en ég mun minnstakosti vilja taka það undir önnur mál til þess að heyra svona í mínum félögum. En þú ætlar að fylgjast eftir alveg þar til að bara sannleikurinn er klár? Algjörlega grjóthörð, já. Haukur Hólm, ríkisstjórnin ætlar að funda um þetta á morgun en það er fundað víðar. Já, allir líkindum verður þetta rætt á morgun, samkvæmt vinnumarkaðsráðherra. Já, það hefur verið stíf fundahöld í dag milli verkalýðshreyfinganna annars vegar og samtaka atvinnulífsins hins vegar, bæði hérna á höfuðborgarsvæðinu og eins líka norðan heiða. Og svo eins og við fram hefur komið, þá hefur formaður Starfsgreinasambandsins óskað eftir fundi með forsætisráðherra þetta mál. Sá fundur verður á föstudaginn og framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins sagði við okkur í dag að hún hefði óskað eftir því að fá að sitja þann fund einnig. Þetta snýst mismunandi laun fyrir mismunandi vinnu fyrirkomulag, ekki satt? Jú, þetta snýst svo kallaða tímamælda ákvæðisvinnu sem er nokkuð skonar akkord þar sem á að klára ákveði verk ákveðnum tíma, annars vegar það og hins vegar tímakaup. Fyrir þetta fyrirnefnda þá er borgað 20% álag en bara venjulegt tímakaup í hinu tilvikinu. En lögfræðingur hjá Alþýðusambandinu segir að það séu staðfest dæmi launalækkun. Já, við höfum alveg séð gögn frá ákveðnum fyrirtækjum þar sem við sjáum og bara sjáum undirritað einhvers konar samkomulag þessum, þannig að við höfum séð þetta nákvæmlega. Og þetta er ekki þá dæmi frekar að sé verið að færa fólk á milli vinni fyrirkomulag, það sé úr ákvæðisvinnu yfir í tímakaup, heldur beinlínis lækkun eða eitthvað? Það er eiginlega stóra málið í þessu öllu. Þetta er auðvitað einhver breyting á einhver greiðsluformi úr þessu ákveðna tímamælda ákvæðiskerfi yfir í vaktavinnu, en það er alltaf spurning heimildina til þeirra breytingar. Hún er ekkert frjáls og þetta er hópur sem er að hlaupa ansi hratt og við erum búin að semja hraðan takt af ástæðu, þannig að það er ekkert heimilt að flytja fólk á milli kerfa eftir hentuleika. Sum fyrirtækin bera því við að fólki sé í raun að vinna samkvæmt reglum tímakaup. Karen segir mælingar skera úr það.
Og við höfum verið að kalla eftir því í síðustu misseri að við fáum að sjá að þetta sé gegnsætt kerfi og við sjáum hvernig og hvort þetta sé mælt og við getum gert okkar eigin mælingar hér. Við erum með mælingarfólk hérlendis og erlendis þannig að þetta bara forsenduna sem okkur vantar til þess að geta haldið áfram. Fáið ekki þessar upplýsingar frá fyrirtækjunum? Það von að við fáum þær á næstunni og það auðvitað bara okkar ákall fyrst og fremst í þessu öllu saman. Eins og segi, það gegnsæið í þessu öllu. Það er ekkert óheimilt að vera í vaktavinnu, það er ekki óheimilt að vera í tímavinnu, en ef þú vinnur hratt, vinnur hraðar, heldur hinn venjulega einstaklingur, þá á að borga þetta 20%. Þetta er ekki valkvæð greiðsla. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins Ursula von der Leyen segir öryggismál í Evrópu á tímamótum. Hún sagði í færslu á samfélagsmiðlum stuttu áður en neyðarfundur 11 Evrópuleiðtoga hófst í París í dag. Hann snerist Úkraínu og Evrópu. Evrópa þyrfti að setja sig í stellingar og bæta varnir sínar. Frakklandsforseti tók á móti leiðtoganum í forsetahöllinni hverjum á fætur öðrum. Yfirskrift fundarins sem boðað var til með stuttum fyrirvara var staða Úkraínu og öryggi Evrópu. Forsætisráðherra Póllands ræddi við fjölmiðla áður en hann hélt til Frakklands. Jeśli chcemy decydować o przyszłości Ukrainy razem z Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi, Rosją, to musimy też pokazać, że jesteśmy zdolni do dużo poważniejszej inwestycji we własną obronę i to jest moim zdaniem bezalternatywne. I zapytam wprost premierów zgromadzonych dzisiaj w Paryżu, czy są naprawdę gotowi do podjęcia decyzji na serio. Dagný, nú fundinum lokið og hver helstu tíðindi? Það virðast nú ekki hafa verið neins stórtíðindi. Leiðtogarnir eru að ganga út úr forsetahöllinni einn af öðrum og þeir eru búnir að tilkynna það hafi ekki verið teknar neina svona bindandi ákvarðanir og forsætisráðherra Póllands hann búinn að tala við fjölmiðlamenn og sagði að það væri mikilvægt að þétta raðirnar og líka samband Evrópuríkja og Bandaríkjanna væri breytt eftir að Trump tók við sem forseti og nú þurfi ríkin meira að reiða sig á bara sig sjálf. En það var boðað til fundarins með mjög stuttum fyrirvara, en hver var aðdragandinn? Já, það búin að vera svolítið ótti svona síðustu daga að Bandaríkin ætla að leiða viðræður og leyfa svona kannski Rússum að ráða meiru að þetta verði samningar á þeirra forsendum. Svo hringdi Trump í Pútín í síðustu viku og það er svona talað hann hafi svona boðið honum inn úr kuldanum og svo gerðist það síðustu helgi að varnarmálaráðherra Bandaríkjanna hann sagði að Úkraínumenn getu ekki búist við því að ganga í NATO næstunni og líka þeir getu ekki búist við því að þeim verði hjálpað að endurheimta allt þetta landsvæði sem Rússar hafa hertekið. Þannig að það er svona að margra mati blikur á lofti. En Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður, hún ræddi við Erling Erlingsson, hernaðarsagnfræðing í dag og hann sagði að þessi staða sem væri komin upp, þessi breytta afstaða Bandaríkjastjórnar væri kaflaskil í varnarsamstarfi Vesturvelda. Já, ég held að megi segja það. Þarna eru Bandaríkin að taka, þessi nýja stjórn í Bandaríkjunum að taka afgerandi breytta stöðu gagnvart evrópsku varnarsamstarfi við Atlantshafssamstarfinu í raun og veru, segja þeir ætla ekki að verja og tryggja öryggi Evrópu, það sé ábyrgð Evrópulanda og sama tíma marka mjög hættulega stefnu varðandi friðarsamninga við Úkraínu sem að virðist alltaf vera Pútín mjög í vil. Bandaríkjaforseti þykir lunkinn samningsmaður og hefur verið velt upp hvort hann sé með þessu að skapa sér samningsstöðu. Það er með undarleg samningsstöðu að leggja fram ítrustu kröfur mótaðilans í upphafi, gefa í raun og veru eftir ekkert bandarískt herlið í Úkraínu, Úkraína fer ekki í NATO, Úkraína fær ekki sín landsvæði tilbaka. Þannig að þetta snýr þannig fyrir mér að það er eins og að sé verið að leggja fram samningsstöðu á hálfu Rússa en ekki Bandaríkjanna. Zelenský Úkraínuforseti hefur talað fyrir því að stofnaður verði her Evrópuríkja. Erlingur telur að hann meini það ekki bókstaflega. Hann er að tala það að við þurfum að vinna mjög þétt saman, tala einni röddu og sýna hernaðamátt okkar því að það dugar ekkit annað heldur en hernaðamáttur og kraftur til að fæla Rússana frá. Þannig að það er bara svona hlutverki sem að NATO hefur kannski verið að sinna hingað til. Já, og hryggjarstykkið í NATO er jú Bandaríkin og í leiðinni hryggjarstykkið í vörnum Íslands. Hvoru tveggja er núna með gríðarlega stórt spurningamerki við sig. Og Dagný, það verður annar fundur á morgun? Já, þá funda utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og Rússlands í Sádi-Arabíu og það er svolítið titringur vegna þess fundar líka af því að fulltrúum stjórnvalda í Úkraínu var ekki boðið og ekki fulltrúum Evrópuríkja. En almenningur í Úkraínu, hann hefur líka áhyggjur af því hvernig þetta á eftir að þróast og við skulum sjá viðtöl við nokkra þeirra.
Мені б як українцю, так, мені б хотілося, щоб ми зараз повернули всі наші території, але чи це можливо, я не можу на даному етапі сказати. Віра, надія, все є, я думаю, що кожна людина хоче, да, щоб так відбулося. Я сумніваюся, взагалі за Трамп, я дивуюся американцям, що вони вибрали такого президента. Я дуже дивуюся. Ну, але то таке, то їхня воля, скажімо так. Це провокує світову війну і все. Нічого іншого я не можу сказати про ці перемовини. Де Америка веде переговори, там вона чекає на свої інтереси. Тобто ми зараз чуємо про корисні копалини, про землі і так далі. Тобто ми бачимо те, що для Америка шукає вигоду в Україні. Ми не маємо згуртованості такої, як було колись. Тому без зовнішньої допомоги США, якщо не буде покрите воно Європою, ми не справимося. Flugfélagið Play tapaði 9,4 milljörðum króna á síðasta ári. Síðasti ársfjórðungur var þó betri en árið áður og forstjórinn segir horfa til betri vegar. Í ársuppgjöri Play sem birtist eftir lokun markaða í dag kemur fram að tap félagsins jókst nokkuð frá fyrra ári. Tekjurnar jukust lítilega en útgjöld sömuleiðis og nokkuð umfram tekjur. Afkoman í fyrra var heldur lakari heldur en árið á undan en við höfðum gefið út meldingum það. Á hinn bóginn síðan fjórði ársfjórðungurinn töluvert sterkari heldur en árið á undan. Þannig að við erum að sjá þeirra áhrif að gæta á þeim breytingum sem við réðumst í síðasta haust. Play tilkynnti í október að félagið hygðist draga úr Ameríkuflugi. Á móti yrði aukin áhersla á flug til sólarlanda, en sá hluti starfseminnar hefur verið rekinn með hagnaði. Þá yrðu nokkrar vélar úr flotafélagsins leigðar út til verkefna fyrir önnur flugfélög. Á dögunum skrifaði félagið síðan undir samning leigu á 3 vélum. Og þetta er bara mjög stór áfangi fyrir okkur að því marki að ná fram því sem við sögðum í haust að við myndum gera. Rekstur Play hefur verið þungur síðustu misseri. Félagið tapaði 3 milljörðum árið 2021, 6,3 milljörðum árið 2022 og 4,9 milljörðum 2023, þrátt fyrir að tekjur félagsins hafi vaxið ár frá ári. Handbært fé nemur 3,3 milljörðum króna. Endurskoðendur gera athugasemdir við rekstrarhæfi félagsins í óbreyttri mynd, en Play bendir á að þar séu ekki teknar inn í myndina þær breytingar sem eru fyrirhugaðar á rekstrinum. Og Einar segir ekki þörf á hlutafjáraukningu. Play standi traustum fótum. Mjög traustum fótum. Við höfum ekki staðið eins vel býsna lengi. Oddvitar vinstriflokkana 5 í borgarstjórn Reykjavíkur héldu áfram viðræðum myndun nýs meirihluta í dag. Verið er að leggja lokahönd á samstarfssáttmálann en ekki hefur verið ákveðið hver sest í borgarstjórastólinn. Oddvitarnir þar Heiða Björk Hilmisdóttir Samfylkingu, Helga Þórðardóttir Flokki Fólksins, Dóra Björt Guðjónsdóttir Pírötum, Líf Magneuðdóttir Vinstri Grænum og Sanna Magdalena Mörtudóttir Sósíalistaflokknum hafa setið á fundi í allan dag. Við vorum að ræða skólamál, málefni barnafjölskyldna, húsnæðismál, samgöngumál og hvernig við sem getum nýtt fjármuni sem best. Hver eru stórumálin? Hvað vil ég gera fyrst? Það mun allt komið ljós þegar við kynnum hennan samstarfssáttmála. Hvernig ætlaði að kynna þetta? Dagsetningin er ekki alveg komin á hreint en eins og ég segi við leggjum áherslu á að klára eins fljótt og hægt er. Verður það þessari viku? Það er ekki alveg komið á hreint. Sanna segir að oddvitarnir hafa ekki rætt skiptingu embætta eða hvort borgarstjóri kom úr þeirra hópi. Við höfum ekki rætt það embætti. Hefur verið rætt utanaðkomandi borgarstjóra? Við höfum ekki rætt þetta embætti. Er ekki svolítið sérstakt að hafa verið í viðræðum núna á aðra viku og ekki rætt hver eigi að stýra skútunni? Við erum mjög uppteknar af málefnunum. Á dagskrá borgarstjórnarfundar á morgun er meðal annars 18 mál frá Sjálfstæðisflokki en líklegt er að fundurinn verði svokallaður bjöllufundur, það er að hann verði settur og síðan strax frestað. Sjálfstæðismenn í borginni vilja fækka upplýsingafulltrúum og segja þannig meðis bara 100 milljónir á ári. Er þetta eitthvað sem kemur til greina? Eins og ég segi það þarf að skoða bara allt og forgangsraða fjármuni sem best. Áhrifa bikblæðinga gætir einna mest á vestursvæði vegagerðarinnar þar sem vegir voru víða þegar orðnir slæmir. Sveitarfélög á Vesturlandi og Vestfjörðum kalla eftir tafarlausum viðbrögðum. Á vestursvæðinu 100 til 110 kílómetrar af vegum sem þarfnast endurbyggingar.
Árlega fær Vegagerðin þar fjármagn til að sinna 5 til 15 kílómetrum. Fjárveitingar ríkisins til nýrra framkvæmda á stofnvegum utan höfuðborgarsvæðisins árin 2024 til 2048 eru 44,4 milljarðar. Þar af fara 700 milljónir í framkvæmdir á Vesturlandi eða 1,6%. Því lengur sem grunnviðhald skortir því meira kostar að halda vegum við. Kostnaður við holuviðgerðir á vestursvæði hefur meira en þrefaldast að raunvirði á síðustu 10 árum. Og við höfum bara undanfarin ár verið í hálfgerðu svona slökkvistarfi á hverju vori að bjarga þeim vegum sem eru verst farnir hverju sinni í staðinn fyrir að vera kannski í fyrirbyggjandi viðhaldi. Veðurfarið olli blæðingum víðar en ástandið var einna verst á Vesturlandi, þar sem Pálmi segir innviðaskuldina vera tilfinnanlega. Vegagerðin hefur glímt við afleiðingar niðurskurðar til viðhalds síðan eftir hrun. Á Vestfjörðum nefnir Pálmi Mikladal, Kleifaheiði og fleiri vegi sem eru mjög illa farnir. Við lendum í því fyrir ekki svo mörgum mánuðum síðan að það hrundi vegurinn í Mikladal og það er búið að endurbyggja hann. Og svo þetta Vestfjarðavegurinn og þetta eru vegir út á Nesi, Snæfellsnesvegur, Stykkishólmsvegur hruninn. Þegar í harðbakkan slær þarf Vegagerðin að grípa til þungatakmarkana sem bitna á fyrirtækjum á Vestfjörðum og Snæfellsnesi. Hann segir aukið eftirlit með þungaflutningum ekki leysa nema hluta vandans, því það þurfi að koma vörum og verðmætum milli staða. Stóra málið náttúrulega það að við höfum ekki fylgt eftir allar þessu uppbyggingu sem í gangi bæði á Vestfjörðum og út á Nesi. Hann segir að aukið fjármagn myndi gera þeim kleift að ráðast í frekari framkvæmdir í sumar, en best væri að fá fjármagn til nokkura ára svo hægt væri að skipuleggja raunverulegt átak. Við erum að lendi því ár eftir ára, veginni hreinlega bara hrynja í höndunum á okkur og móla niður, þannig að við þurfum að fara að gera eitthvað stærra ef við ætlum að ná að vinna gegn þessu. Það bæti gráan og svart að fá þessar blæðingar líka, þannig að við erum bara að berjast við að halda þessu í lagi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur hafið rannsókn á E. coli hópsýkingu í leikskólanum Mánagarði í fyrra. Málið er á borði miðlægrar rannsóknardeildar sem sinnir rannsóknum á meiri háttar sakamálum. Foreldrar stúlku sem smitaðist á Mánagarði og barðist fyrir lífi sínu á gjörgæslu fóru fram á rannsókn. Veikindi barnanna eru rakin til rangrar meðhöndlunar á matvælum. Í kröfu sem lögmaður foreldrana lagði fram hjá lögreglu í janúar kemur fram að ekki fáist betur séð en að gáleysi starfsfólks hafi verið svo stórkostlegt að það jaðri við ásetning. Það er enn pattstaða í kjaradeilu kennara, ríkis og sveitarfélaga og engir formlegir samningafundir hafi verið boðaðir. Ríkissáttasemjari sagði í samtali við Fréttastofu að það væri áskorun að koma sífellt fram með nýjar tillögur til að leysa deiluna. Innanhústillaga hans er enn til umræðu og engin önnur tilboð á borðinu. Verkfall kennara í 5 framhaldsskólum og 1 tónlistarskóla á að hefjast á föstudag. Eftir 2 vikur er boðað verkfall í leik- og grunnskólum í 4 sveitarfélögum, auk þess sem kennarar greiða atkvæði frekari verkfall í leikskólum. Of mikið er utanvegaakstur í Bæjarlandinu og Akureyri að sögn starfsmanna umhverfismiðstöðvar bæjarins. Illa gengur að græða upp tún þar sem ítrekkaðir spólaðir upp jarðvegur. Já, þetta svæði var náttúrulega blautt þegar þetta gerðist en þetta er greinilega eftir einhvern jeppa. Nýjustu skemmdirnar sem tilkynntar voru til bæjarins eru yst í Hagahverfi sunnarlega í bænum. Þar eru djúp skörð eftir þungan bíl sem keyrði yfir blauta flötina. Það hefur reynst að Akureyrarbæ dálítið erfitt að halda ökumönnum frá þessu túni sem verið er að reyna að græða upp. Það er meira að segja búið að koma fyrir 19 svona níðþungum steinum til að biðja fólk að vera ekki að fara hérna inn á. En það er sama, þetta er samt búið að gerast oftar en einu sinni. Jón segir miður að svo greinilegar lokanir dugi ekki til. Hann ítrekkar að utanvegaakstur er ekki aðeins bannaður í óbyggðum, heldur líka innanbæjar. Sko það er allt og algengt að menn geti ekki haldið sig á götunum. Það er bara verið að segjast eins og er. Og það eru mikla skemmdir í Kjarnaskógi til dæmis sem hafa farið inn á sáningu inn í miðjum skógi og langt frá veginum. Þetta tekur töluverðan tíma og svo sá ég þetta aftur þannig að þetta er töluvert tjón. Ekki er vitað hver var að verki. Bæjarstarfsmenn hafa reynt að fá hann til að gefa sig fram og boðið verkfæri að láni til að laga skemmdirnar. Hann má gjarnan koma að laga þetta í vor og það verður mjög æskilegt. Og Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að ræða ástand vega á Vesturlandi og Vestfjörðum sem minna sumstaðar á þessa vegi sem vorum að sjá hérna rétt áðan. Nákvæmlega.
hafi myndast hættu ástand víða út af byggblæðingum og sums staðar hefur klæðningin bara rifnað af. Það er búið að setja þungatakmarkanir sem hamla flutningabílum og bæjarstjórinn Stykkishólmi segir þetta neyðar ástand sem að bregðast við strax. Ætlum að ræða við hann á eftir sem og fulltrúa Vegagerðarinnar og Félags íslenskra bifreiðaeigenda. Svo ætlum við líka að komast að því hvers konar framtíðarstörf freistar nemenda við Háskólann í Reykjavík. Svo ætlum við að drífa okkur í leikhús en það er rómantísk hrollvekja í Borgarleikhúsinu sem ber titilinn Árið án sumars, sérstaklega hrollvekjandi nafn. Takk fyrir þetta Bergsteinn, við missum ekki á Kastljósinu frekar en áður og við ætlum að snúa okkur að veðri. Allhvöss eða hvöss austanátt syðst á landinu en annars hægari. Lengst af þurrt en bjartviðri fyrir norðan, suðaustlægari þegar kemur fram á morgundaginn og dregur heldur úr vindi sunnan til. Rigning með köflum syðra en dálítil él austanlands framan að degi. Það er yfirleitt þurrt fyrir norðan þegar það hlýnar og hiti verður á bilinu 4 til 10 stig seint á morgun. En það er Óli Þór Árnason veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Íslandsmeistarar voru krýndir í standarddönsum í gær og bikarmeistarar í latíndönsum þegar fremstu samkvæmisdanspör landsins komu saman. Heimsmetið í hálfmaraþoni var slegið rækilega helgina og Haukar styrktu stöðu sína á toppi úrvalsdeildar kvenna í körfubolta með dramatískum sigri á Keflavík. Ekki missa íþróttum hér eftir fréttir. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður en við kveðjum ykkur. Það er skelfilegt ef kjarasamningar ræstingafólks eru brotnir, segir vinnumarkaðsráðherra. Taka þurfi á því að festu. Lögfræðingur hjá ASÍ segir staðfest dæmi launalækkanir. Breytt afstaða Bandaríkjanna markar kaflaskil í vestrænu varnarsamstarfi að mati hernaðarsagnfræðings. Leiðtogar Evrópuríkja hafa nýlokið neyðarfundi í París. Flugfélagið Play tapaði 9,4 milljörðum í fyrra. Tekjur þess hafa þó aukist. Forstjórinn segir félagið standa traustum fótum. Meirihluta viðræður vinstriflokkanna 5 í borginni halda áfram. Oddviti Sósíalistaflokksins segir þær ekki hafa rætt hver sest í borgarstjórastólinn. Þær leggja áherslu á að klára viðræðurnar eins fljótt og hægt er. Við erum í slökkvistarfi á hverju vori í stað þess að sinna fyrirbyggjandi viðhaldi, segir svæðisstjóri Vegagerðarinnar á Vesturlandi. Kostnaður vegna holuviðgerða þar hefur þrefaldast undanfarinn áratug. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo er það Kastljós. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá RÚV.is. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Ísalönd